Svona, komið. Nú er upptaka byrjuð. Masta voru skilur, ekki? Upptakan er byrjuð. Já, velkomin á bæjarstjórnarfund. Þetta er fundur númer 562. Við erum stödd í Vestrahúsinu í dag, vegna framkvæmda í Stjórnsýsluhúsinu. Í dag er 4. desember 2025 og klukkan er aðeins rúmlega 5 og lítið sein. Mættir á fund eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birgir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Valur Ríktar mættir fyrir Nannjörnu, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Einarsdóttir, Elisabeth Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og uppið bæjarstjóra afsökunar ég hef aldrei sagt nafnið hennar rétt, fyrir nóg, og Þorbjörn Halldór Jóhannesson. Það sem fundur hefur Bryndís Ósk Jónsdóttir. Já, ég til rétt að upplýsa að ekki þarf að ræða trúnaðarmál og boðar dagskrá fyrir luktum dyrum en það mál nr. 1 og 2 á dagskrá fundarins. Fyrsta mál á dagskrá er sala hjúkrunarheimilisins Eyrar, tillaga frá 1347. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 10. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki kaupsamning milli Safnatraðar og hjálmtala 62.04.04.30 og Ísafjarðarbæjar að fasteign Tólnes Eyri á Ísafjarði fasteign eignar 243 65 64 með öllu því sem henni fylgir og fylgja ber. Það leggur bæjar til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka 24 við fjárhagsáætlun 2025 til samþykktar. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er neikvæð 441.796.000. Áhrif viðaukans á sveitasögu A-hluta er neikvæð 611.259.000 og breytir rekstrarniðurstöðu úr jákvæða afkomu 4,5 milljón í neikvæða afkomu upp á 606.759.000. Áhrif viðaukans á samantekina A- og B-hluta er lækkuð afkoma 411.796 úr 754.800.000 í 343.400.000. Já, þá er orðið laust og Sigríður Júlía hefur beðið orðið til svar. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Nú erum við loksins komin að hennar stað með söluferli á Eyri og mér langar aðeins til þess að rifja upp forsögu málsins á þessum tímamótum og fara aðeins yfir þetta, hvað þýðingu þetta hefur fyrir sveitarfélagið. Og ég ætla alveg að fara hérna aftur einhver ár og Ísafjarðarbær byggði Eyri í svokallaðri leiguleið og húsið það var tekið í notkun fyrir 10 árum síðan. Í þessari leiguleið fólst að sveitarfélagið tók að sér á grundvelli samnings við þáverandi velferðarráðuneyti og fjármála- og efnahagsráðuneyti hönnun og byggingu hjúkrunarheimilis. Verkið var á ábyrgð sveitarfélagsins sem annaðist þá fjármögnun þess. Ríkið kom hins vegar til móts við sveitarfélagið með því að greiða húsaleigu til 40 ára en hún svara samt aðeins 85% af stofnkostnaði og því er það sveitarfélagsins að leggja 15% á móti. Ákvörðun leiguleiðina var tekin árið 2009 í kjölfar efnahagshrunsins og kreppunnar og þarna hafi líka verið mörkuð stefna að færa málaflokk hjúkrunarheimila yfir til sveitarfélaga. Í kjölfar alls þessa var hafist handa við byggingu á hjúkrunarheimili og árið 2016 var hjúkrunarheimili Eyri á Ísafirði tekið í notkun. Nánast frá upphafi var það auðséð að þetta fyrirkomulag var sveitarfélaginu alls ekki hagfellt. Meðal annars vegna þess að vegna samningsins við ríkið og óhagstæðra lána. Á síðustu 10 árum hefur Eyri til dæmis aðeins verið rekið með afgangi í 2 ár og það var bygginga árið 2015 og árið 2018.
Og þegar skoðuð eru framlög sveitarfélagsins, þá þessi fyrrnefndu 15%, síðan 2016, þá hafa þau numið í heild 130 milljónum króna. Miðað við þessa upphæð má leiða því líkum að framlög næstu 30 ára samningstímanum verði 500 milljónir á verðlagi dagsins í dag. Stjórnvöld eru nú hafa forsendur breyst. Stjórnvöld eru nú fallin frá þeirri hugmynd að flytja málefni hjúkrunarheimila yfir á sveitarfélögin. Sveitarfélög hafa því ekki neitt hlutverk þegar kemur að rekstri hjúkrunarheimila, þaðan af síður í rekstri fasteigna þeirra. Og eru því mörg sveitarfélög að skoða sína stöðu í þessum efnum. Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti á fundi sínum þann 7. júní 2024 að hefja söluferli á fasteigninni Eyri á Ísafirði og var tillagan samþykkt einróma. Þetta hefur sem sagt verið umræðuefni þetta kjörtímabil og jafnvel eitthvað hafið áður. Undirbúningur á söluferlinu hófst sumarið 2024 í kjölfar þessa bæjarstjórnarfundar og fór meðal annars í sér ástandsskoðun á fasteigninni, enda var öllum ljóst að fyrirlagi að fara í umfangsmiklar viðgerðir á ytra byrði hússins. Og fasteignin var síðan auglýst í sölu í byrjun október 2024. 4 tilboð bárust í fasteignina. Ákveðið var að fara í frekari samningaviðræður við hestbjóðanda sem var félagið Safnatröð SLHF. Félagið Safnatröð er í eigu Innviðasjóðsins Innviðir fjárfestingar sem er að mestu leyti í eigu 13 lífeyrissjóða. Félagið á meðal annars fasteign í hjúkrunarheimilisins Seltjarnar og Seltjarnarnesi sem það keypti árið 2024 og er þá fyrirmyndin af þessar sölu sem við erum að fjalla hér. Í samningaferlinu lá jafnframt fyrir að afnotasamningurinn við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða var sveitarfélaginu óhagstæður og hann var löngu útrunnur auk þess. Nauðsynlegt var að endurnýja samninginn með hliðsjón af eðlilegum reglum húsaleigulaga en það tók samt rúmlega hálft ár vegna tafa í ráðuneytum. Auk þess að lá fyrir að fara þyrfti í gríðarlega kostnaðarsama viðgerðir og ytra byrði hjúkrunarheimilisins. Reiknað er með að það geti kostað á bilinu 80 til 120 milljónir og í samningaferlinu þá gerði Ísafjarðarbær það kröfu að viðgerðir á ytra byrði hússins yrðu greiddar af kaupanda og yrðu bænum óviðkomandi. Samhliða gerð kaupsamnings var gerður nýr lóðaleigusamningur sem gerir ráð fyrir að lóðin stækki til samræmis við gildandi deiliskipulag sem tók gildi 2023. Leigutíminn er til 40 ára en áskilnaður er framlengingu á leigutíma ef lóðarhafi fer fram á það. Ísafjarðarbær skuldbindur sig jafnframt til að breyta deiliskipulagi þegar 10 ár eru eftir að leigutímanum og heimila íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði á lóðinni ef málefnalegar ástæður eru fyrir breytingunni, svo sem ef húsnæði verður ekki lengur nýtt sem hjúkrunarheimili. Og kaupverðið, það er 1 milljarður króna, helmingurinn er greiddur með yfirtöku á láni og hinn helmingurinn með peningagreiðslu. Við næstu 10 rýma stækkun á eigninni munu eigendur fasteignarinnar greiða gatnagerðargjöld til Ísafjarðarbæjar af stækkuninni. Við síðari tíma stækkanir greiðist auk þess byggingarréttargjald. Kaupverðið hækka jafnframt á næstu 2 árum ef ríkið samþykkir að hækka leigugrunn hjúkrunarheimila sem byggð voru samkvæmt leiguleiðinni. Áhvílandi lán á fasteigninni þann 30. september 2025 voru 1450 milljónir króna. Bókfært verð fasteignarinnar var í upphafi ársins 2025 1422 milljónir króna. Bærinn mun greiða upp þau lán sem út af standa. Með þessu innleysist talsvert tap af hjúkrunarheimilinu. Það tap er komið til af mörgum ástæðum. Hluti af því er vegna áfalla á framkvæmdatíma og það hvernig sumar ákvarðanir í hönnun og framkvæmd hússins hafa reynst dýrari en vonast var eftir. Hluti er vegna þess að ríkið borgar leigu samkvæmt þágildandi kröfulýsingu hjúkrunarheimili
en sú kröfulýsing gerði til dæmis ekki ráð fyrir sal fyrir alla íbúa heimilisins. Bærinn ákvað að byggja hann á eigin reikning, en það er stóri salurinn sem við aðalinngganginn, en hann hefur jafnframt reynst farsæl ákvörðun því það rými gefur kost á mjög fjölbreyttinni notkun fyrir íbúa. Ísafjarðarbær ekki einn að hafa þurft að borga með hjúkrunarheimilum og hægt að rekja langan lista frá nútíð og fortíð það. Nægir hér að nefna í því samhengi að samkvæmt samkomulagi milli ríkis og Sambands íslenskra sveitarfélaga frá því fyrr í ár munu flest sveitarfélög gefa ríkinu sinn 15% hluta í hjúkrunarheimilum. En hvaða áhrif skyldi þetta hafa á sjóði Ísafjarðarbæjar? Ef fasteignin Eyri yrði ekki seld, myndi það þýða að rekstrarhalli ársins 2026 yrði 130 milljónir króna vegna viðhalds sem þarf að fara í, auk 15% framlags sveitarfélagsins. Eftir það má gera ráð fyrir rekstrarhalla í kringum 30 milljónir króna árlega. Ef horft enn lengra fram í tíma, má ætla að á næstu 30 árum verður uppsafnaður rekstrarhalli fasteignarinnar komin í ríflega 1,5 milljarð. Við munum sjá þess merki til lengri tíma litið að rétta ákvörðun að ræða fyrir sveitarfélagið. Þó mun ársreikningur 2025 bera þess merki að eignin hafi verið seld og ganga hafi þurft frá óhagstæðum lánum. Ef horft til þeirra kennitalna sem sveitarfélagið byggir fjárhagsleg markmið á það helst skuldahlutfall A- og B-hluta sem breytist og fer það úr 101% í 85%. Til framtíðar mun ráðstöfunarfé Ísafjarðarbæjar aukast sem nemur 50 milljónum árlega og Ísafjarðarbær mun ekki þurfa að standa straum af þeim 15% sem framlögum vegna leiguliðarsamningsins, vaxtagreiðslur og afborganir óhagstæðra lána falla út, auk þess sem viðhaldskostnaður vegna eignarinnar verður enginn. Hjúkrunarheimili Eyri verður áfram rekið af ríkinu í gegnum Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Það breytist ekki þótt fasteignin sjálf skiptum eigendur. Sama þjónusta verður rekin í fasteigninni og hefur salan ekki áhrif á íbúa á Eyri. Auk þessar nýju eigendur sérhæfðir í rekstri fasteigna og ætla sér í endurbætur á ytra byrði hússins. Ráðstöfunarfé bæjarins eykst sem nýta má í aðra innviðauppbyggingu og framkvæmdir til hagsbóta fyrir íbúa og samfélagið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það fleiri sem vilja taka til máls þessu lið? Gylfi, þér? Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil þakka bæjarstjóra fyrir skörulega málafylgju í þessum máli og embættismönnum öllum. Þetta hefur verið afskaplega þungt eða ekki þungt, þetta hefur verið í umsvifasint í mörg hvernig að líta. Það sést af fylgiskjölum málsins að það er mikill pappír sem fylgir verkefni af þessu tagi enda flókið verkefni að ræða. Ég vil ekki bara þakka bæjarstjóra og embættismönnum bæjarins, heldur líka fráfarandi eða fyrrverandi bæjarstjóra, Árni Láru og lögfræðingum Árnasyni sem hefur rutt brautina í gegnum þennan skóg sem þetta mál hefur verið. Bæjarstjóri fór mjög ítarlega yfir marga þætti málsins í sinni ræðu. Mig langar að hnykkja á nokkrum málum með fyrirvara eða með svona fyrirfram svona óskum að þið tækið vilja fyrir verki vegna þess að það er sumt af þessu verður endurtekning en ég er þá svona hnykkja á því vegna þess að það eru nokkur atriði sem hafa stundum farið aðeins í flug. Í fyrsta lagi varðandi tapið. Við erum með þessari aðgerð að innleysa talsvert tap sem nemur 100 milljóna og hér held ég að sé mikilvægt að við lítum til þess að hér erum við að innleysa tap sem hefur safnast upp á þessum 10 árum og raunar áður en að þessi 10 ár byrjuðu að telja af ýmsum ástæðum. Hluti af þessu tapi eins og bæjarstjóri kom inn á, salurinn sem var byggður aukalega,
tengigangurinn sem að byggður aukalega á kostnað bæjarins, þessi 15% hlutur sem að sveitarfélagið þurfti samkvæmt þágildandi regluverki að standa skil á, tafir á framkvæmdatíma, tafir á því að húsnæði var tekið til notkunar, að einhverju leyti óhagstæðir samningar, til dæmis varðandi snjómokstur og annað þvílíkt, einhverjar líka mistök á framkvæmdatíma, mistök að einhverju leyti við hönnun virðist vera, vegna þess að múrskemmdirnar eru talsvert meiri heldur en að eðlilegt má teljast af húsi af þessum aldri, og ýmislegt annað. Saman tekið þá þetta, eins og ég segi, talsvert mikill peningur, en ef við lokum málinu núna, að þá komum við í veg fyrir það að halda áfram að súpa segja þessari ákvörðun langa framtíð. Það mikil fyrirliggjandi viðhaldsþörf, það ekki sóma húsum eins og það núna, og það hefur verið halli á þessum húsnæðisrekstri sem við eigum ekki að bera lengur. Það þannig að fráfarandi, fyrir ríkisstjórn lét setja af stað stýrihóp sem að skilaði skýrslu sem að fjallaði eignarhald á hjúkrunarheimilum og sitjandi ríkisstjórn hefur svo fylgt þeirri stefnu að sveitarfélög eigi ekki að vera meðeigendur í hjúkrunarheimilum og þar með verið að klippa algjörlega sveitarfélögin út úr þessu. Það vill þannig til að ég sitt fyrir hönd samband sveitarfélaga í stýrihópi á vegum ríkis- og sveitarfélaga til þess að koma þessum 15% hlutum sveitarfélaga yfir á ríkið, og eins og bæjarstjóri nefndi í sinni ræðu að þá koma ekki greiðslur til fyrir það þó að sveitarfélag hafi sett pening í byggingar. Og almennt það þannig að sveitarfélagið er bara guðslifandi fegin að losna við þessi 15%. Gerði svo sem aldrei ráð fyrir að þau gætu selt af nokkrum hætti en sleppa þar með við að þurfa að hugsa það og sleppa við sinn hluta af viðhaldskostnaði eftir atvikum. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við hættum að kasta góðum peningum eftir vondum, að við innleysum þetta tap núna. Það ekki skemmtilegt náttúrulega að gera það með síðasta ásetningi fyrir kosningar, en ég tel að þetta sé langbesti kosturinn. Ég vil einnig hnykkja þessu sem að hefur komið hér fram áður að þetta ekki einkavæðing, reksturinn verður áfram í höndum Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða og þess góða fólk sem að þar starfar, og allar hugmyndir einkavæðingu og svona tengingar við Svíþjóð og svona sem ég hef heyrt aðeins í umræðu að þær eiga ekki við. Þetta snýst eingöngu húsnæðishlutann. Þá eru þetta málin sem ég ætla að hnykkja á. Ég mun að sjálfsögðu styðja þetta mál þegar við göngum til kosninga hér og kannski tekið aftur til máls ef það verður líflega það. Ég veit ekki líka, er fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lög? Höfundur Kirkjusvar. Forseti bæjarfulltrúar, árið tilhöfundur, ég ætla bara að gera grein fyrir afstöðunni í þessu máli og ræða þetta margoft, og hérna liggur fyrir þessi kaupsamningur og svo liggur fyrir lögalegu samningur líka sem hluti af þessu, en eins og bæjarstjóri hefur farið yfir og Gylfi þá ætlaði svona bara fyrir það sem er að hlusta aðeins að setja þetta fram svona í einfalt mál, sem sagt að rekstrarhalli hjúkrunarheimilisins er 30 milljónir og þetta 15% framlag Ísafjarðarbæjar er bil 20 milljónir, þannig að hjúkrunarheimili kostar okkur 50 milljónir ári og þetta er í sjálfsögðu ekki hlutverk bæjarfélagsins að sinna þessum málaflokki, og auk þess kemur þá viðhaldi sem er áætlað 100 milljónir, give or take, sletta, og auk þess kemur þá inn að þessi nýju eigendur þeir greiða lögalög og fasteignagjöld og það fer ekki úr einum vasa í annan eins og er núna, þannig að það margt í þessu sem er mjög gott, en
En við þurfum eins og fram hefur komið að afskrifa háar upphæðir og ég sammála þeim sem hafa komið hérna upp og segja að það nú bara betra að taka þessu skelli núna og svo þessi stutt í næstu kosningar. Takk fyrir þetta. Hefur þeir sem vilja taka til máls? Það sem við Kristján Gylfræð. Forseti, bæjarfulltrúar þessum hlýða. Ég ætla svo sem ekki að fara frekar yfir þetta, en mér sýnist allir vera búin að taka þetta nokkuð skýrt og óskýrt fram eftir þetta Jóhann Birkir meinti. Hann kom upp og sagðist alltaf að skýra þetta út fyrir fólki. En ég ætla bara að leggja fram bókur frá okkur Elísabetu sem við ætlum að leggja fram út af þessu. Og hún hljóðaði svona: Framsókn Ísafjörður leggur áherslu á að sala húsnæðis hjúkrunarheimilisins Eyris sé byggð á faglegum og fjárhagslegum forsendum. Rekstur húsnæðisins hefur árabil verið með verulegu tapi og ljóst að framundan eru miklar og kostnaðarsamar viðhaldsframkvæmdir sem sveitarfélagið hefur takmarkað bolmagn til að standa undir. Þrátt fyrir að söluandvirðið dugi ekki til að greiða niður öll lán á fasteigninni teljum við engu að síður fjárhagslega skynsamlegra að ganga til sölu. Með því að stöðva áframhaldandi taprekstur og komist hjá frekari fjárhagslegum skuldbindingum sem annars hefur fallið á sveitarfélagið. Auk þess mun sala leiða til þess að skuldir sveitarfélagsins lækka. Það hefur jákvæð áhrif á vaxtagjöld og verðbætur til framtíðar og mun styrkja fjárhagsstöðu Ísafjarðarbæjar. Slíkt bætir fjárfestingargetu sveitarfélagsins á komandi árum og skapa svigrúm til að ráða sér nauðsynleg verkefni. Jafnframt þurfum við taka skýrt fram að sala húsnæðisins hefur engin áhrif á þjónustu við íbúa Eyrar. Þjónusta verður áfram alfarið í höndum Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða og eignarhaldi. Íbúar aðstandendur þeirra geti því treyst á óbreytta og örugga þjónustu. Framsókn styður því söluna sem ábyrga og raunhæfa leið til að styrkja fjárhag sveitarfélagsins til framtíðar án þess að hafa nokkur áhrif á þjónustu við íbúa Eyrar. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Filip, kemur svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar væri tilhundur. Nú þegar að fulltrúar flokkana hafa sagt sína skoðun að þá langar mig að lýsa yfir mikilli ánægju og feginleik yfir að skuli vera samstæður um þetta mál sem að hefði geta verið erfitt að snúið. Þetta er mjög flókið mál, það eru miklu peninga undir, flókin skjöl og langur ferill og ég vil þakka fyrir samstöðuna og láta það duga í byrja. Takk fyrir þetta og orðið er ennþá laust eitthvað til taka til máls. Svo ekki, þá ber ég þetta til atkvæða með að gefa merki að þeir eru sammála og eða eru á móti og Þorbjörn er á móti og þetta er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá erum við komin á númer 2, Tólfnes Ísafirði lofa markabreytinga við Eyri og sjúkrahús. Tillaga frá 662. fundi skipulagsmannvirkjanefndar sem haldið var 12. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki upphæðan lóðaleigursamning undir fasteigna hjúkrunarheimili Eyri á Tólfnesi og Ísafirði. Jafnframt leggur nefndin til við bæjarstjórn að afturkalla fyrri ákvörðun samþykkt lóðaleigursamnings á 558. fundi sínu þann 30. september 2025 í samræmi við fyrsta tölulið 25. greina stjórnsýslulaga nr. 37/93. Orðið laust undir þessu lið. Sigríður, Júlía. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég ætla nú bara svona að gera grein fyrir kannski megin breytingunum sem að urðu á milli þessari samninga. Að í nýja samningnum það er búið að taka út klásúlu að ekki sé greidd gatnagerðargjöld nema til komi lagabreyting. Hún var komin í gegn og hefði það átt að vera í fyrri samningi og því óþarft ákvæði í eldri samningnum og þess vegna var það hreinsað upp. Í nýja samningnum er leigutíminn til ársins 2055 en í eldri samningi var hún til 2099
og í nýja erum við skuldbundin til að endurnýja til alltaf 40 ára við lok núgildandi tíma, það er að segja frá 2055. Og þessi samningur svona sambærilegur þeim sem á Seltjarnarnesi þar sem sambærileg sala fór fram á síðasta ári. Takk fyrir þetta, fleiri sem vilja taka til máls þessi lið. Svo ekki, þá ber ég þetta til samþykta með ekki merkið samþykja þetta. Og þeir sem á móti, og þetta samþykta með 8 atkvæðum og 1 á móti, Þorbjörn á móti. Þá erum við mál 3, það samþykkt hundahald 2025 til að frá 160. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar. En fundur var haldinn 18. september 2025 bæjarstjórn samþykki nýjar samþykktir hundahald og orðið laust undir þessu lið. Og enginn orðið þar með ekki merki samþykki þetta. Og þetta samþykkt samhliða. Fjórða mál á dagskrá samþykkt kattahald 2025 til að frá 160. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar. En fundur var haldinn 18. september 2005 og bæjarstjórn samþykki nýjar samþykktir kattahald. Orðið laust undir þessu lið og enginn beðið orðið þá ekki merkið samþykja þetta. Þetta samþykkt samhliða. Það voru 5. mál. Það uppbyggingarsamningar 2006 til að frá 33. fundi skóla íþrótta- og tómstundanefndar en fundur var haldinn 19. nóvember 2005 og bæjarstjórn samþykki að gerðir verði uppbyggingarsamningar á eftirfarandi félög. Heildarupphæð úthlutunar 15 milljónir sótt var fyrir 57.816.940 krónur. Nefndin leggur til að upphæðin skiptist eftirfarandi. Golfklúbburinn Gláma fái 1 milljón fyrir geymslurými fyrir sláttuvélar, Skot íþróttafélag Ísafjarðar fái 4,9 milljónir í varmadælu og loftræsting, Skíðafélag Ísfirðinga, Alpagreinar 500.000 endurnýjan búnaðar, Skíðafélag Ísfirðinga skíðagöngudeild upp á 800.000, innrétting og bætt aðstaða Búrfell, Skíðafélag Ísfirðinga brettadeild 600.000, uppbygging á snjóbrettagarði, knattspyrnudeild vestra upp á 2 milljónir, uppbygging á sjoppu í stúku, pípu og ráðlagnir. Golfklúbbur Ísafjarðar 5 milljónir í vinnuvél, Íþróttafélagi Vestri, almenningsíþróttadeild upp að 200.000 hönnun og undirbúningur, brauta fyrir akstursíþróttir. Körfuknattleiksdeild vestra sótti 17 milljónir fyrir LED-auglýsingaskjám í íþróttahúsi á Torfnesi. Skóla íþrótta- og tómstundanefnd leggur til að skoða verði hvort hægt verði að setja upphæðina inn í framkvæmdaáætlun 2027. Knattspyrnudeild vestra sótti 3 milljónir fyrir framkvæmdir á eldhúsi í Vallarhúsi. Samkvæmt umsjón vinnunni mestu loki og því verkefnið ekki styrktækt samkvæmt reglum Ísafjarðarbæjar uppbyggingarsamninga. Og orðið laust undir þessu lið, Valur. Ég bara telli vana og óskar að fá láta. Já, þá kemur og gerir grein fyrir því. Bara forseti og bæjarfulltrúar. Forseti og bæjarfulltrúar og tegundur, ég tel mig vera vanaðan og óskar eftir að fá að fara á fundi með atkvæðagreiðslur. Ég máttur það fram, ég kalli þið. Og Gylfi beðið orðið, fyrir svo Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér í inngangi las forseti þessa bókun sem kemur úr nefndinni þessa LED-auglýsingaskjái og þetta hefur nú svona aðeins verið til umræðu svo í kjölfæri. Ég held að það sé kannski óvanlegt að orða þetta kannski með þessum hætti. Ég held að það þurfi að skoða þessa 17 milljón króna framkvæmd í talsvert stærra ljósi. Ekki bara að hún sé bundin við sérstaklega íþróttagrein, heldur að hún sé ekki endilega þá fyrir auglýsingar og hvað peningur kemur á móti og í hverju þetta felst. Þannig að ég held að það megi allavega ekki skilja þessa bókun sem svo að þetta sé bara að vera að bíða eftir að það sé pláss fyrir 17 milljónir í fjárhagsáætlun fyrir 2027. Heldur þurfi talsvert mikla vinnu áður en að þetta er tækt til meðferðar af því tagi og svo
er náttúrulega ekki hjá því að líta að 17 milljónir er meira heldur en heildarpotturinn. Þannig að það er mjög ólíklegt að hægt verði að gleypa bita af þessu tagi í einu lagi. Að öðru leyti langar mig muni ég styðja þetta. Ég held að þessi uppbyggingarsamningar séu mjög heppileg leið til þess að gíra upp drifkraft íþróttafélagana, að það sé hægt að fá pening fyrir útlögðum kostnaði og svo komi vinnulegur á móti frá sjálfboðaliðum, og ég held að það sé mjög heppilegt og ég held að þetta maður halda áfram á þessari leið. Og þetta Kristján viðbrögðumáli. Forseti, ég ætla líka að lýsa mig vanhæfan þessu verkefni að við farum. Já, þá, Elisabeth viðbrögðumáli. Þú líka? Nei, já, bæjarfulltrúar, forseti og aðrir tilræðendur. Ég ætla bara að útskýra, sko með þessar 17 milljónir þá, eða þessar LED-skjáðu, þá fannst okkur líka bara einkennilegt að eitt íþróttafélag sem er í íþróttahúsinu, eða sem nýtir íþróttahúsið, var að biðja þetta fyrir sig, af því þetta klárlega eitthvað sem getur nýst öllum sem að nýta húsið og bæjarfélaginu og allt svoleiðis, og það var svona ástæðan fyrir að við vildum bara koma þessu eitthvað áfram inn í framkvæmdaáætlun þar sem að við getum hort á svona stóru myndina í þessu. En sjálfsögðu þarf að skoða betur tilgang og annað með þessum skjáum áður en það er gert. En það var svona pælingi með þessari bókum. Takk. Já, og það verðst eitthvað taka til mál. Svo ekki, þá legg ég þetta til atkvæði með ekki-merki. Og til samþykkt þá samhljóða með 7 atkvæði. Og þetta með koma aftur inn á fundin. Þá erum við komin í 7. mál. Þar við komum fjárhagsáætlun 2026 til að bæjarstjóra að bæjarstjórn samþykki viðauka 1 til fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2026 vegna tilfærslu uppbyggingarsamninga 2026 á réttardeild í fjárhagsbókhaldi. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er engin. Áhrif viðaukans á sveitarstjóra A-hluta er 0 krónur og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt í 274.600.000 og áhrif viðaukans á samantekinn á B-hluta er 0 og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt í 581.600.000. Og orðið laust þessu leið. Og enginn er beðin orðið hann að gefa merkið samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. 7. mál, og það skal umsókn mögulegur samningur undir Þurrkjall, Eyrarhlíð, tillaga frá 663. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, en fundur var haldinn 27. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki að heimila mögulegur samningur á Eyrarhlíð, Hnífsdalsveg 41 í samræmi við mæliblað tæknideildar. Og ég laust undir þessum leið. Og enginn hefur beðið orðið og með ekki merki eða samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhliða. Einhverja. Það er komin í 8. mál. Óskum stofnun lóða á gamla olíumóla til að frá 663. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, en fundur var haldinn 27. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki að heimila stofnun lóða við Kristjánsgötu 21 og 23 og gamla olíumólunum að Ísafirði. Og orðið er laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið. Það með ekki merki eða samþykki þetta. Þetta er samþykkt samhljóða. Níunda mál, umsókn stofnun þjóðlendi í fasteignaskrá Grænahlíð til að frá 663. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, en fundur var haldinn 27. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki að heimila stofnun fasteignar vegna þjóðlendinu Grænahlíð í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Og ég laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið en ekki merkið samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. 9. mál, umsókn stofnun þjóðlendi í fasteignaskrá almenningar Vestari til að frá 663. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, en fundur var haldinn 27. nóvember 2025 að bæjarstjórn samþykki að heimila stofnun fasteigna vegna þjóðlendinu
almenningar vestari í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Og orðið undir þessu lið. Enginn er beðið orðið, þá má ekki merki samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. Það erum komin í fundargerð til kynningar. 11. mál, hann bæjarráð, lögfram til kynningar, fundargerð 1349. fundabæjarráð sem fundur var haldinn 24. nóvember 2025 og fundargerðin er í 10 liðum. Og orðið er laust undir þessu lið og enginn er beðið orðið, þetta er lagt fram til kynningar. 12. mál bæjarráð, lögfram til kynningar, fundargerð 1350. fundabæjarráð sem fundur var haldinn 1. desember 2025 og fundargerðin er í 10 liðum. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið orðið, þá er þetta lagt fram til kynningar. 13. mál Hafnarstjórn, lagði fram til kynningar fundargerð 265. fundar Hafnarstjórnar en fundur var haldinn 27. nóvember 2025. Fundargerðin er í 4 liðum. Orðið er laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið, og þetta lagt fram til kynningar. 14. mál nefnd byggingu slökkvistöðvar í Skutulsfirði, lagði fram til kynningar fundargerð 9. fundar nefndar byggingu slökkvistöðvar í Skutulsfirði en fundur var haldinn 21. nóvember 2025. Fundargerðin er í einum lið og orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið orðið, og þetta lagt fram til kynningar. 15. mál sameinaða almannavarnanefnd Ísafjarðardægur og Súðavíkurhrepps, lagði fram til kynningar fundargerð 43. fundar sameinaða almannavarnanefndar Ísafjarðardægur og Súðavíkurhrepps en fundur var haldinn 21. nóvember 2025. Fundargerðin er í 8 liðum. Orðið er laust undir þessum lið og Gylfi hefur beðið orðið frá. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér erum við með talsvert efnismikla fundargerð af fundi almannavarnanefndar mál sem okkur eru kær og mikilvæg og ég vil því hvetja Bolvíkinga til þess að vera með í sameinaðri almannavarnanefnd með Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhreppi. Takk, þetta er Gylfi. Sigríður, beðið orðið til svar. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að toppa Gylfa og ég ætla að hvetja okkur öll til þess að vera með eina sameiginlega almannavarnanefnd á Vestfjörðum, bara eins og lögreglustjóraembættið. Það var rætt á þessum fundi og en að sjálfsögðu eiga Bolvíkingar að vera með í því líka. Takk. Takk fyrir þetta og fyrir Sigurður Tengdamáls og er ekki þetta lagt fram til kynningar. Og þá er það 16. mál skólaíþrótta- og tómstundanefndar lagði fram til kynningar fundargerð 33. fundar skólaíþrótta- og tómstundanefndar en fundur var haldinn 19. nóvember 2025. Fundargerðin er í 2 liðum og orðið er laust undir þessa fundargerð og enginn hefur beðið orðið, þetta er lagt fram til kynningar. 17. mál skólaíþrótta- og tómstundanefnd lagði fram til kynningar fundargerð 34. fundar skólaíþrótta- og tómstundanefndar en fundur var haldinn 26. nóvember 2025 og fundargerðin er í 2 liðum og orðið er laust undir þessum lið. Enginn hefur beðið orðið, þetta er lagt fram til kynningar. 8. mál skipulags- og mannvirkjanefnd lagði fram til kynningar fundargerð 663. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 27. nóvember 2025 og fundargerðin er í 14 liðum. Orðið er laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið, þá er þetta lagt fram til kynningar. 19. mál umhverfis- og framkvæmdanefnd lagði fram til kynningar fundargerð 160. og annars fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar en fundur var haldinn 19. nóvember 2025 og fundargerðin er í 6 liðum. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið orðið, og þetta er lagt fram til kynningar. 20. mál velferðarnefnd lagði fram til kynningar fundargerð 495. fundar velferðarnefndar sem haldinn var þann 27. nóvember 2025. Fundargerðin er í 4 liðum. Orðið er laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið, og þetta er lagt fram til kynningar. 21. mál öldungaráð lagði fram til kynningar fundargerð 19. fundar öldungaráð sem haldinn var þann 26. nóvember 2025. Fundargerðin er í 5 liðum. Orðið er laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið, þá er
dagskráin tæmd og fundi slitið klukkan 17:49 og það var alveg ræðislegt. Það var hérna.